Davíð Oddsson tilkynnti í dag að hann hygðist segja skilið við íslensk stjórnmál eftir 3 áratuga starf á þeim vettvangi. Hann verður seðlabankastjóri. Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra segir brotthvarf Davíðs veikja ríkisstjórnina fyrst sinn. Geir H. Haarde sem verður utanríkisráðherra í stað Davíðs ætlar að gefa kost á sér í embætti formanns Sjálfstæðisflokksins. Og Seðlabankinn á kolrangri leið í vaxtamálum, segir varaformaður fjárlaganefndar Alþingis. Yfirvöld í Bandaríkjunum beita hörku til þess að fjarlæga þá sem enn þrjóskast við að yfirgefa New Orleans. Mikil hætta er talin á farsóttum í borginni. Gott kvöld, við byrjum á stórtíðindum úr heimi stjórnmálanna. Davíð Oddsson hættir í pólitík og verður seðlabankastjóri. Ákvörðun hans, sem hann kynnti í dag, kom flatt upp á marga þingmenn Sjálfstæðisflokksins. Hún hefur ekki einungis áhrif á hagi Davíðs Oddssonar, heldur hefur hún talsverða tilfærslur í för með sér innan ríkisstjórnarinnar. Þór Jónsson segir frá. Með skömmum fyrirvara var boðað til fundar með þingflokki Sjálfstæðismanna og miðstjórn í Valhöll í dag og menn gerðu sér grein fyrir að stór tíðinda væri að vænta. Fundurinn stóð í klukkustund og svo hitti Davíð Oddsson fjölmiðlamenn. Og ég hef tekið þá ákvörðun fyrir mitt leyti að verða ekki í kjöri til formanns Sjálfstæðisflokksins á landsfundinum nú í október. En það nú þannig að þegar þessi ákvörðun liggur fyrir þá fylgja henni fleiri ákvarðanir og ég hef þess vegna ákveðið að láta af starfi utanríkisráðherra og hagstofuráðherra 27. september næstkomandi á ríkisráðsfundi sem þá verður haldinn. Þá tekur Geir H. Haarde, varaformaður Sjálfstæðisflokksins og fjármálaráðherra við embætti utanríkisráðherra. Árni M. Mathiesen sjávarútvegsráðherra verður fjármálaráðherra og Einar K. Guðfinnsson þingflokksformaður sjávarútvegsráðherra. Ásta Möller varaþingmaður tekur sæti á Alþingi. Ég mun auðvitað með miklu söknuði kveðja stjórnmálin því að þau hafa verið í mitt og indi og ég hef reyndar heyrt það stundum að menn vilji ekki stjórnmálum vera vegna þess amsturs og ánýslu sem að sumir telja að fylgi henni og sérstaklega náttúrulega framgöngu fréttamannanna. En ég verð nú að segja að fréttamenn hafa nú farið eiginlega furðu vel við mig eftir öllum atriðum gegnum tíðina þannig að þeir eiga ekki heiðurinn af því að ég sé að hætta. Og einkalíf mitt hefur algjörlega verið látið í friði nema ég hefi sérstaklega gefið tilefni til þess. Menn þurftu ekki að velta því lengi fyrir sér hvað yrði Davíð Oddsson. Hann fer þangað í Seðlabankann eins og svo margir stjórnmálamenn á undan honum. 20. október sem hitt þannig á að afmælisdagur konunnar minnar að þá mun ég taka við starfi sem formaður bankastjórnar Seðlabankans. Það ákvörðun sem að forsætisráðherra tekur og hefur tekið. Frá því var gengið fyrir hádegi og við það tækifæri var þessi ljósmynd tekin af formönnum stjórnarflokkana. Birgir Ísleifur Gunnarsson lætur af störfum sem seðlabankastjóri fyrir aldurssakir. Davíð, heilsufarslegar ástæður eru þær einhverjar fyrir þessar ákvörðuninni? Raunverulega ekki öðru en því að auðvitað fekk maður svona ákveðnar áminningar það að klukkan tifar og hún gengur á fleiri en skákmenn og allir þurfa að huga því og auðvitað var það svo að á síðastlið ár þá hef ég ekki kannski alveg verið á flegi ferð og fullri ferð því að ég þurfti að taka tölvöld tíma í bæði endurhæfingu og svona auka meðferðir þó að þær væri ekki neitt sjálfur sér kvalafullar eða erfiðar neitt þess áttar þá hins vegar dróðu þær á þeir stóðu úr afli og krafti og þetta er aðalega áminning. Ég tel mig vera að koma með afl á nýjan leik til að sinna nýju starfi en það fer ekki hjá því að ef þú færð svona gullspjald þá horfir á það og hagar þér aðeins betur til að fá ekki rautt. Davíð Oddsson í Valhöll í dag. Halldór Ásgrímsson, forsætisráðherra, hefði frekar kosið að hafa Davíð áfram í ríkisstjórn. Hann segir að stjórnin sé veikari eftir sinn. Þór Jónsson.
Hér var nú aðsetur Davíðs Oddssonar til fjölda ára en nú ræður hér ríkjum Halldór Ásgrímsson formaður Framsóknarflokksins og hann segist sjá eftir ekki bara góðum samstarfsfélaga og stjórnmálum heldur líka góðum vini. Nú hættir hann í ríkisstjórnin og þetta öflugur maður, það segir hver sem hvort sem það eru samherjar hans eða andstæðingar, veikir það ríkisstjórnina og veikir það samstarfið milli Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins. Já, það má segja það gerir það til skemmri tíma litið. Hins vegar hef ég nú þegar talað við varaformann Sjálfstæðisflokksins og það verður jafnframt mjög gott samstarf á milli okkar. Það hefur alltaf verið það, við höfum þekkst mjög lengi, þannig ég kvíði engum það. Þannig að við munum að sjálfsögðu komast yfir það og ná fullum tökum á þessu máli, en það verður vissulega eftirsjá á Davíð. Hvenær var tekin ákvörðun að hann yrði seðlabankastjóri? Það hefur nú svona verið að þróast. Ég ætla ekki að neita því að þessi mál hafa komið til tals okkar í milli í gegnum tíðina, en það var aðeins fyrir nokkrum dögum sem að endanleg ákvörðun var tekin og ég afhenti honum skipunarbréf í morgun. Ég mun sjá eftir Davíð og ég hefði viljað hafa hann áfram í stjórnmálunum. En það verður hver maður að ákveða þetta sjálfur, það finnur þetta engin fyrirmenn, menn finna þetta með sjálfum sér og ég hef nú þá trú að Davíð hafi í þessu sem flestu öðru tekið rétta ákvörðun. Ákvörðun Davíðs að láta af þingmennsku og ráðherraembætti kom mörgum helstu samstarfsmönnum hans í opna skjöldu sem vildu ekki trúa því þótt sagt hefði verið frá því í hádegisfréttum fréttastofu Stöðvar 2 og Bylgjunnar í dag. Þór Jónsson tekur við. Ákvörðun Davíðs hefur keðjuverkandi áhrif á ýmsa. Nú mun varaformaðurinn stefna því að verða formaður á næsta landsfundi flokksins. Og ég býð bara þess sem að verða vill í þeim efnum. Nú hvað varðar utanríkisráðuneytið að þá nú ekki von á einum stórum stefnubreitingum þar vegna þess að við fylgjum auðvitað sömu stefnunni, Sjálfstæðisflokkurinn og ríkisstjórnin. Stefnan í þeim efnum verður óbreytt. En ég auðvitað hlakka til að fá að tækifæri til að glíma við ný verkefni. Ég hef löngum haft mikinn áhuga á utanríkis- og alþjóðamálum og þó ég hafi haft það gott og liðið afskaplega vel í fjármálaráðuneytinu í þetta 7,5 ár og tel ég mig nú þar skila mjög góðu búi, að þá auðvitað gaman að fá tækifæri til að breyta til. Auðvitað breytir þetta mjög miklu fyrir starf flokksins. Að Davíð hefur verið auðvitað mjög afgerandi formaður í langan tíma og eins og hvað sjálf mig varðar að þá kom ég inn á þing 1991 með honum og hef eiginlega ekki verið í stjórnmálum nema undir forystu hans. Nýi ráðherrann í ríkisstjórninni tekur við pólitískri forystu á sviði sjávarútvegsins. Er þetta ráðuneyti sem þið langaði í? Já, ég get ekki neitað því. Þetta er auðvitað málaflokkur sem ég hef starfað innan. Ég bæði sem þingmaður hef verið í sjávarútvegsnefnd. Ég var formaður sjávarútvegsnefndar í 4 ár og ég hef verið mjög virkur þáttakandi í umræðu sjávarútvegsmál. Og áður en ég kom á þing þá var ég í mörg ár starfandi innan sjávarútvegsins. Mér finnst þetta að vera heillandi umhverfi, heillandi atvinnugrein og ég tel þess vegna að það sé verið gaman að fá að vinna þarna með kröftugu fólki sem starfir í þessari grein. Fréttunum að Davíð Oddsson myndi tilkynna í dag að hann hætti í pólitík var fyrst sögð í hádegisfréttum Bylgjunnar, en sumir vildu ekki trúa því. Davíð Oddsson er maður að besta aldri. Því ætti hann að hver er að hætta störfum fyrir 60. Ég veit ekki, þetta er bara ekki hug að halda það. Svo liðu fáeinar klukkustundir. Það var einhvern tíma búið að spá því að Davíð Oddsson myndi hætta þegar enginn ætti von á því, en að þess að spádómur hefur ræst. En hann tekur sína ákvörðun sjálfur og er eflaust maður til þess og við vonum bara að það mat hans hafi verið rétt. Og við biðjumst afsökunar á myndtruflunum sem urðu í þessari frétt og höldum áfram með tíðindi dagsins. Davíðs Oddssonar verður minnst sem eins af stórleikurunum á hinu pólitíska sviði, segja formenn Samfylkingarinnar og Vinstri grænna. Þeir búast við að Sjálfstæðisflokkurinn mildist eitthvað við brottför Davíðs. Þetta breytir náttúrulega mestu fyrir Sjálfstæðisflokkinn og þá eftir að koma í ljós hvernig þeim gengur að vinna úr því. Davíð hefur verið geysilega sterkur foringi, hann hefur stjórnað með sínum stíl, nokkuð harður í hendi svona, sem var orðið það nú kurteislega í tilefni dagsins. Hann viðurkennir það sjálfur, hann hefur ekkert verið sérstaklega umburðarlyndur gagnvart svona neinum uppsteyt eða óþægð og tók nú svona fyrsta kjörtímabil sitt sem formaður, svolítið í það að sýna mönnum hvað biði þeirra sem væri óþægir. Þannig að sagan segir ykkur auðvitað að flokkar eiga oft í talsverðum erfiðleikum með að fóta sig eftir að tíma svona sterks foringja lýkur.
Það er náttúrulega alveg tvímælalaust að Davíð Oddsson er einn af stórleikendunum á hinu pólitíska leiksviði á Íslandi á 20. öldinni. Það leikur engi vaf á því. Hann hefur verið það lengi í pólitík, hann hefur verið það mikill áhrifavaldur á ýmsar ákvarðanir, stórar ákvarðanir í íslensku stjórnmálum. Hann hefur verið mikill áhrifavaldur í henni pólitísku menningu, ég má segja sem svo, sett mark sitt á hana. Þannig að það er engum blöðum það að fletta. Og nú bregði ég mér í hlutverk sagnfræðings sem ég er. Það er engum blöðum það að fletta að hans mun verða minnst sem er eins af stóru leikendunum á þessu sviði. Davíð Oddsson búinn að standa upp, en sem utanríkisráðherra á hann að baki litríkan feril í stjórnmálum og óhætt að segja að hann hafi gustað á stundum. En þótt stjórnmálin hafi verið hans helsta viðfangsefni, hefur hann komið víða við, eins og Óli Tínes komst að í dag. Davíð Oddsson fæddist í Reykjavík 17. janúar árið 1948. Hann vakti þjóðarathygli strax í menntaskóla þegar hann sá útvarpsþáttinn Útvarpaði Matthildur árin 1968 til 1975 ásamt félögum sínum og vinum, þeim Þórarni Eldjárn og Hrafni Gunnlaugsinni. Hann lauk stúdentsprófi frá menntaskólanum í Reykjavík árið 1970. Eftir stúdentinn lá leið Davíðs í lögfræðideild Háskóla Íslands og þar lauk hann prófi árið 1976. Enginn þurfti að efast stjórnmálaskoðanir Davíðs á yngri árum og hann settist í stjórn Sambands ungra sjálfstæðismanna árið 1973. Það var hins vegar ekki fyrir árið 1982 sem hann varð atvinnu stjórnmálamaður þegar hann var borgarstjóri í Reykjavík, þá aðeins 34 ára gamall. Fram að því hafði hann meðal annars verið skrifstofustjóri hjá Leikfélagi Reykjavíkur, þingfréttaritari Morgunblaðsins, starfsmaður Almenna bókafélagsins, skrifstofustjóri og framkvæmdastjóri Sjúkrasamlags Reykjavíkur og framkvæmdastjóri Listahátíðar í Reykjavík. Davíð var borgarstjóri í 9 ár og þótti hafa mjög ákveðinn stjórnunarstíl. Andstæðingar hans sökuðu hann þá og raunar æ síðan einræðis tilburði. Í byrjun 9. áratugarins heldi Davíð sér út í landsmálapólitík. Hann bauð sig fram gegn sitjandi formanni Sjálfstæðisflokksins, Þorsteini Pálssyni, og fór með sigur af hólmi. Hann fór því beint úr stólu borgarstjóra í forsætisráðuneytið árið 1991. Þar satt hann svo allra karla lengst eða til 2004 að hann hafði stólaskipti við Halldór Ásgrímsson og varð utanríkisráðherra. Meðfram stjórnmálunum hefur Davíð fengist við ritstörf og sent frá sér bæði leikrit og skáldsögur. Davíð Oddsson má segja að það er engum sama hann. Í skoðanakönnunum undanfarinna ára hefur hann verið hvort tveggja í senn vinsælasti stjórnmálamaður landsins og sá óvinsælasti. Davíð er þekktur fyrir skondin tilsvör og er þess skemmst að minnast að hann sagði upplausn R-listans að það væri góður endi á vondum ferli. Davíð hefur einnig fengist við nýyrðasmíði. Samfylkingin hér er svo gamalt hans koma til flokkur. Davíð er vinamargur maður og vegna langra setu á ráðherrastóli eru margir vinir hans af erlendu bergi brotnir. Til þeirra má til dæmis telja forsetahjónin fyrrverandi Bill og Hillary Clinton, en sjaldan hafa sést innilegri kveðjur stjórnmálamanna hér á landi en þegar þau heimsóttu Davíð í veikindum hans. Og jafnvel hörðustu andstæðingar á þingi hérlendis bera honum ekki illa söguna í persónulegum samskiptum. Og þá kveðjum við Davíð Oddsson í bili og snúum okkur að öðrum fréttum. Sú fyrsta af þeim snertir enda væntanlega vinnustað fráfarandi utanríkisráðherra. Edda. Já, Sigmundur, því Seðlabankinn er á kolrangri leið í vaxtamálum, segir varaformaður fjárlaganefndar Alþingis. Húsnæðiskostnaður er aðal þenslugfatinn í efnahagslífinu, en þáttur stóriðjunnar er miklu minni en búist var við vegna fjölda erlendra starfsmanna. Lagt hefur verið til að fjölga þeim enn frekar. Haukur Hólm. Fjárlaganefnd Alþingis og efnahags- og viðskiptanefnd héldu sameiginlega fund í dag sterka stöðu íslensku krónunnar og þenslu í efnahagslífinu. Fyrir nefndina voru kallaðir sérfræðingar frá greiningadeildum bankana, fulltrúar aðila vinnumarkaðarins og svo auðvitað forsvarsmenn Seðlabanka Íslands. Fundurinn stóð í 4 tíma. Hjá öllum þessum aðilum komu fram áhyggjur af þeirri stöðu sem upp er komin, en ekki voru allir sammála hvað væri til ráða. Á fundinum kom fram að þáttur stóriðjunnar er mun minni en búist var við. Það liggur fyrir að þensla áhrif stóriðjunnar eru mun minni heldur en menn reiknuðu með. Það sem að liggur fyrir varðandi breytingar á vísitölunni er þessi mikla þensla sem er sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu í byggingariðnaði
hækkað fasteignaverð, mikla lánveitingar sem hafa komið til út af lægri vöxtum. Hluti af því hefur farið út í einkaneyslu, það hefur sín áhrif á viðskiptahalla. Þannig að mér sýnist að það sé nú sá áhrifaþáttur sem hefur vegið meira heldur en menn auðvitað reiknuðu með. Lítið vægi stóriðjunnar einkum vegna fjölda erlendra starfsmanna og á fundinum kom fram það sjónarmið að opna ætti vinnumarkaðinn enn frekar til að vinna gegn þenslu. Sá þáttur sem þyngst vegur eins og fram kom húsnæðisþátturinn og var rætt hvort taka bæri þann þátt út úr vísitölunni. Já, það var mikil umræða það einmitt. Það ákveðin stefna meðal þjóða heims að auka samræmingu í vísitölu og þar að meðal taka húsnæðiskostnaðinn inn það sem Íslendingar hafa verið svona fremstir í flokki að þróa hugmyndir varðandi mat á húsnæðiskostnaði. Það hins vegar mjög erfitt. Varaformaður fjárlaganefndar svartsýnn á útlitið og telur að Seðlabankinn sé á algjörlega rangri braut í vaxtamálum. Ég held að sé miklu raunhæfara fyrir Seðlabankann að búa til 12, 18, 24 mánuða áætlun það hvernig hann ætlar að koma sér út úr þessum hávöxtum og bara tilkynna það þannig að aðilar vinnumarkaðarins, þannig að fjárfestar á Íslandi, Íslands atvinnulíf geti séð það í langtímanum hvert hann stefnir og reyna þannig að koma sér út úr þessi miklu klemmu sem við erum að endi í með þessum mjög svo háu vexti sem miklu hærri en allstæði vextir kringum okkur. Til útlanda, bandarísk yfirvöld hafa nú mist þolinmæðina við þá sem neita yfirgefa New Orleans og eru að byrja að flytja þá á brott með valdi. Mikil hætta er talin á farsóttum í borginni. Óli Tínes. Vatnsborðið í New Orleans nú byrjað að lækka en það ekki fagur sem kemur í ljós. Úrgangur og drulla og fljótandi lík gera borgina hreinu pestarbæli og talin mikil hætta á drepsóttum. En eru 10.000 manns í borginni og margir hverjir vilja ekki fara þaðan. Herflokkar fara nú götur borgarinnar bæði til þess að skrá fólk og bjóða því aðstoð. We're going through each of the residents, verifying if there's anybody in the actual residence, offering them any assistance we can offer them, food, water to taking down notification. What we'll do is we'll go back to our chain and we'll let them know that there's residents at whatever location and they need medical assistance or water and they will then send people out to give them assistance. Hermennirnir láta yfirvöld vita hvar íbúi að finna og þá tekur lögreglan við. Bæði borgarstjórinn og lögreglustjórinn hafa sagt að ekki sé forsvaranlegt að láta fólk dvelja áfram í New Orleans vegna smithættu. Það verður því flutt á brott með góðu eða illu. Innanlandsflugið til Keflavíkur og veg frá Skerjafirði yfir í Straumsvík. Þverpólitískt félag þennan möguleika í burðarliðnum. Yrði hann að veruleika tæki 25 mínútur að aka frá miðborg Reykjavíkur og út á flugvöll. Haukur Hólm leit á þessa hugmynd. Formenn allra flokkana sem eiga kjörna fulltrúa í Reykjanesbæ hafa náð samstöðu að gangast fyrir stofnun samtaka að flytja innanlandsflugið til Keflavíkur. Og við erum konum með heimasíðu sem heitir flugkef.is og það tækifæri til að gera stofnfélagi og svo stefnum við að því að halda stofnfund þar sem við vonumst þess að þáttakan verði góð og stefnum að því að halda þennan fund bara innan tíðar. Hugmyndin að leggja veg svokallað Bessastaði hjáleið en það vegur og göng sem lægi frá Skerjafirði og að Straumsvík. Eftir stofnfundinn verður ráðist í að gera úttekt á því hversu raunhæfur þessi möguleiki og í framhaldinu verður boðað til málþings. Að sögn Eysteins ætti aksturstíminn frá miðborg Reykjavíkur til Keflavíkurflugvallar að verða 25 mínútur. Þá væri inn í myndina að hækka hámarkshraða Reykjanesbraut í 110 km. Eysteinn segir að þetta ætti til dæmis ekki að bitna á sjúkraflugi því samkvæmt þeim upplýsingum sem hann hafi séu fæst þeirra bráðaflutningar og þyrla sé notuð í bráðaflutninga en þyrlupallur sé við Landspítalann í Fossvogi. Eftir fyrirhugaða úttekt ætti að liggja fyrir hvað þessi leið kostar. Það var einn sem sagði með 1 kílómetri 1 milljarður. Og mér skilst kannski þetta geti verið kannski 6-8 kílómetra sem eru þó göng, mestalagi 6, já ekki meira en það. Þannig þetta þá kannski 8 milljarðar eða eitthvað slíkt. Annars getur hver og einn giskað á það í raun. Ég ætla ekkert þetta eitthvað sem við ætlum bara að vinna að fá og fá það á hreint og vera ekkert að tala út frá einhverjum forsendum sem eru óþekktar, heldur reyna að fá svona, alvöru umræðugrundvöll í málið. Formaður Samfylkingarinnar telur ríkisstjórnina fara of geyst í að ráðstafa fénu sem fékkst fyrir sölu Símans fram í tímann. Hún telur farsælla að leggja peningana til hliðar og ávaxta þá fyrst sinn í stað þess að ráðstafa fénu fram í 2 næstu kjörtímabil. Hjördís Rut Sigurjónsdóttir.
Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri grænna, hefur gagnrýnt hvernig stjórnvöld hafa staðið að ráðstöfun símasölupeningana, þó hann telji verkefnin góð og gild. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, tekur undir orð Steingríms og bætir við að henni finnist ótímabært að ráðstafa fénu svo langt fram í tímann. Já, í sjálfu sér líst mér ágætlega á að það eigi ekki að ráðstafa þessum fjármunum fyrir en eftir árið 2007, að það eigi ekki að koma, getum við sagt, inn í hagkerfið fyrir en eftir 2007, vegna það ljóst að þá verður dýfa í hagsveiflunni og geta verið nokkur erfiði tímar þá framundan og gott að eiga þá upp á eitthvað að hlaupa. Mér finnst hins vegar ríkisstjórnin dálítið fljóta á sér að ætla að ráðstafa 43 milljörðum eða 2/3 hluta söluandvirðisins inn í framtíðina til ársins 2007 til 2012. Ingibjörg Sólrún segir ríkisstjórnina með yfirlýsingu sinni senda röng skilaboð á sama tíma og því sé beint til annara að sýna aðhald í fjármálum. Þetta svona dálítið dæmigert ráðherraræði, ráðherrarnir setjast niður og svo fær hver og einn svolítinn bit af kökunni til ráðstöfunar í sinn málaflokk og í rauninni búið að niðurnjörfa allt áður en Alþingi kemur að verkinu. Geturðu sagt hvernig þú hefðir viljað sjá þetta gerast? Nei, ég hefði bara viljað að menn tækju þessa fjármuni til hliðar og það ágætt að borga niður skuldir eins og þarna gert erlendis, en það má líka hugsa sér að ávaxta féð og taka ekki svona skarpar ákvarðanir ráðstöfunina. Átakið Verndum bernskuna hófst með pompi og prakt í Rimaskóla í dag. Því ætlað að vekja foreldra og uppalendur til umhugsunar uppeldi barna sinna. Ætlunin að virkja sem flesta til samstarfs, jafnt atvinnurekendur sem og félagasamtök. Það forsætisráðuneytið, Biskup Íslands, Velferðarsjóður barna, umboðsmaður barna og samtökin Heimil og skóli sem standa að þessu átaki. Glæsilegt. Þetta er búin að vera dagur mikilla tíðinda, stórtíðinda. Og það byrja að ljúka öðrum aðalfréttatíma Stöðvar 2 í dag. Já. Það var einn langur fyrr í dag. Já, af gefnu tilefni. Davíð Oddsson búinn að stíga upp úr sínum pólitíska stól og hér framöndan í Íslandi í dag. Já, ég held ég geti etið hatt minn ef Geir Haarde verður ekki næsti formaður Sjálfstæðisflokksins. Hann mun væta hér á eftir Íslandi í dag. Já. Já, Davíð Oddsson hætti pólitík, en það rétt að geta þess að hann hafnaði því boði að koma til okkar, en við ætlum, eins og Sigmundur sagði, að ræða þessi tímamót hér á eftir við Geir Haarde, verðandi utanríkisráðherra og líklegasta formannskandidatinn. Já, og svo koma stjórnarandstöðuformennirnir Steingrímur J. Sigfússon og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, en spurningin auðvitað hvort þeim sé einhver eftirsjá við Davíð. Minnum á spurningu dagsins hvort þeir séu ánægðir með það ákvörðun Davíðs að hætta, sendið íslítabil já eða íslítabil nei á símanúmer 1909. Og rennum þá snöggvast yfir tíðindi dagsins. Og þau eru þau helst að Davíð Oddsson tilkynnti í dag að hann hefðist segja skilið við íslensk stjórnmál eftir 3 áratuga starf á þeim vettvangi. Hann verður seðlabankastjóri. Og Halldór Ásgrímsson, forsætisráðherra, segir brotthvarf Davíðs veikja ríkisstjórnina fyrst sinn. Geir Haarde sem verður utanríkisráðherra í stað Davíðs ætlar að gefa kost á sér í embætti formanns Sjálfstæðisflokksins. Og Seðlabankinn á kolrangri leið í vaxtamálum, segir varaformaður fjárlaganefndar Alþingis. Þau tíðindi helst frá útlöndum að yfirvöld í Bandaríkjunum beita hörku til þess að fjarlæga þá sem enn þrjóskast við að yfirgefa New Orleans. Mikil hætta er talin á drepsóttum í borginni. Já. Og hér verða aftur helstu fréttir, rétt fyrir klukkan 7:30. Já, en framöndan er að sjálfsögðu Íslandi í dag, pólitík og aftur pólitík og aftur pólitík. Davíð Oddsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, verður seðlabankastjóri og hættir sem formaður og utanríkisráðherra. Davíð segir að Ísland hafi gjörbreyst til hins betra á undanförnum árum. Einar K. Guðfinnsson verður sjávarútvegsráðherra, Árni Matthísen fjármálaráðherra og Geir Haarde utanríkisráðherra. Forsætisráðherra segist kveðja með söknuði traustan og farsælan samstarfsmann úr ríkisstjórninni.
Stjórnmálamenn í Washington eru komnir í hár saman og kennir hver öðrum hversu seint hjálp barst til hamfarasvæðanna við Mexíkóflóa. Heilbrigðisráðherra fagnaði í dag með starfsmönnum Landspítalans ákvörðun að leggja 18 milljarða króna í nýjan hátæknispítala sem hann segir að verði þekkingarmiðstöð framtíðarinnar. Nýráðinn framkvæmdastjóri IKEA segist ekki svara spurningum hvort hann megi taka sér feðraorlof. Hann sé bundinn trúnaði. Komið sæl, það komið að fréttum og Kastljósinu hér í sjónvarpinu miðvikudaginn 7. september. Davíð Oddsson hættir sem formaður Sjálfstæðisflokksins á landsfundi í október. Hann hættir einnig sem ráðherra og tekur við stöðu Birgis Ísleifs Gunnarssonar sem bankastjóri Seðlabankans. Davíð taldi sig of ungan til að hætta alveg störfum og telur reynslu sína sem efnahagsmálaráðherra nýtast í nýja starfinu. Davíð tilkynnti þingflokki og miðstjórn þetta í dag og síðan á fundi með fréttamönnum. Það er óhætt að segja að það hefur verið mikið að gerast hér í Valhöll í dag. Fyrst var miðstjórn flokksins og þingflokkur kallaður saman. Þar tilkynnti Davíð þeim ákvörðun sína. Síðan voru fréttamenn kallaðir hingað. Davíð sagði að þetta hefði verið mikil ákvörðun enda væri hann búinn að vera formaður í á 15. ár. Hann sagði að á þessum tíma hefði hann verið mjög fyrirferðarmikill í stjórnmálum og líka að Ísland væri gjörbreytt. Hins vegar væri hann of ungur til þess að hætta alveg. Þess vegna ætlaði hann að verða seðlabankastjóri. Ríflega 3 í dag mætti svo Davíð Oddsson á fréttamannafundinn og hann lét menn ekki bíða eftir aðalfréttinni. Benti á að á landsfundum væru formenn og varaformenn kjörnir og að stutt væri í næsta landsfund Sjálfstæðisflokksins. Og ég hef tekið þá ákvörðun fyrir mitt leyti að verða ekki í kjöri til formanns Sjálfstæðisflokksins á landsfundinum nú í október. Davíð sagðist skilja við formannsstarfið með miklum söknuði en margt fleira breytist. En það er nú þannig að þegar þessi ákvörðun liggur fyrir þá fylgja henni fleiri ákvarðanir. Og ég hef þess vegna ákveðið að láta af starfi utanríkisráðherra og hagstofuráðherra 27. september næstkomandi á ríkisráðsfundi sem þá verður haldið. Þingflokkurinn samþykkti svo í dag tillögu Davíðs að Geir H. Haarde tæki við sem utanríkisráðherra, að Einar K. Guðfinnsson kæmi inn nýr í ríkisstjórnina sem sjávarútvegsráðherra og að Árni M. Mathiesen tæki við starfi fjármálaráðherra. 1. október verða svo enn meiri breytingar. Að þá mun ég taka við starfi sem formaður bankastjórnar Seðlabankans. Það er ákvörðun sem forsætisráðherra tekur og hefur tekið. Og gerðan gagnrýnt að stjórnmálamenn fari í Seðlabankan og maður kannski haldið að það var ekki stíl þinn að feta þá braut. Af hverju ertu á leiðinni í Seðlabankan? Ég ætla að sé nú ekki aðalega vegna þess að þó ég hef alltaf talið mig vera latan mann og þurfti að beita mig heilmiklum aga til að sinna starfi sæmilega. Þá er ég ekki nægilega latur til þess að vilja hætta að vinna. En þetta hljómar eins og sést fastlega latur fyrir Seðlabankan? Nei, hafi ég sagt það, þá var það nú ekki fallega sagt af mér, en ég var aðalega að hugsa það að mér finnst ég vera of ungur til að hætta að fá viðnám fyrir mína krafta. Og auðvitað verði ég að trúa því að eftir þá miklu reynslu sem ég hef öðlast, þá gæti ég hugsanlega komið að gagni í störfum þar. Davíð sagði að störf sín sem efnahagsmálaráðherra árum saman myndi nýtast í starfinu, en hann er skipaður til 7 ára í starf seðlabankastjóra. Davíð leit yfir farinn veg áður en hann tók þessa ákvörðun að hætta. Það vakti nú mest athygli mína hvað rosalega mikið hefur gerst og hversu víða maður hefur komið við og kannski, ég leyfi mér að segja, mörgum komið í framkvæmd, hvort sem það er á vettvangi borgarmála eða þingmála, landsmála. Ég hef verið afar fyrirferða mikil í þessu öllu saman. Og meira sé stundu svo að ýmsum hefur þótt nóg og ég vona að ég gleðji þá með minni ákvörðun að hætta núna í pólitík. Hann bætti við að Ísland hefði gjörbreyst á undanförnum árum, hann hefði þó ekki einn komið að því verki. Þegar kemur að arftaka hans sem formanns Sjálfstæðisflokksins býst hann við að sinna sínu síðasta pólitíska verki. Augum hann að hljóta auðvitað að beinast að Geir H. Haarde og ætla það verði ekki mín seinustu pólitísku afskipti að kjósa hann. Og Davíð Oddsson verður gestur í Kastljósinu hér á eftir þar sem rætt verður við hann litríkan stjórnmálaferil hans.
Geir H. Haarde, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, segist tilbúinn í formannsslaginn en gerir ekki ráð fyrir miklum breytingum þegar hann tekur við utanríkisráðuneytinu af Davíð Oddssyni síðar í þessu mánuði. Nýi ráðherrann Einar K. Guðfinnsson ætlar hvorki að bjóða sig fram í embætti formanns né varaformanns. Brotthvarf Davíðs Oddssonar úr stjórnmálum hefur í för með sér ýmsar breytingar, þar á meðal í ríkisstjórn. Geir H. Haarde fer úr fjármálaráðuneytinu í utanríkisráðuneytið, Árni Mathiesen sjávarútvegsráðherra tekur við af Geir í fjármálaráðuneytinu og nýr ráðherra, Einar K. Guðfinnsson, tekur við stýrinu í sjávarútvegsráðuneytinu. Það var greinilegt að viðbrögðum manna eftir fundin í Valhöll í dag að formaðurinn kvaddur með söknuði. Geir H. Haarde sagði þetta mikil þáttaskil í sögu flokksins og reyndar pólitískri sögu landsins. Sjálfstæðismenn taki brotthvarfi Davíðs með blendnum huga. Nú tekur þú við embætti utanríkisráðherra 27. september, svo landsfundurinn framundan í október. Er ekki nokkuð víst að þú ætlir í formanninn? Jú, ég hef sagt það áður ef að þessi staða kæmi upp að þá ég tilbúin til þess að taka þetta erfiða verkefni að mér. Ég gef sem sagt kost á mér en það landsfundurinn sem tekur ákvörðun og hefur loka orðið málið, þar að segja fulltrúar á landsfundunum. Það menn ekkit sjálfkjörnir í neitt svona hér í okkar flokki. Áttu von á hörðumslag þar? Ég veit ekkit það. Eins og ég stundum sagt við önnur tækifæri, ég tel að allir sem hafa áhuga á þessu eiga bara að bjóða sig fram. Sérðu fyrir einhverja sérstakar breytingar í utanríkisráðuneytinu með þinni komu? Nei, ég geri það nú ekki. Við fylgjum auðvitað sömu stefnunni og það verður engin stórfelld breyting þar. Ég ætla nú að fara aðeins betur yfir það og ég segi meira. Einar K. Guðfinnsson segir að það hefur verið mikil forréttindi að vinna með og undir stjórn Davíðs en þeir voru kosnir á þing sama ár. Þetta drauma ráðuneyti þitt eða hvað, Einar? Þetta örugglega mikil tilhlökkun á minni hálfu. Ég hef starfað í sjávarútveginum mjög lengi. Ég starfaði í sjávarútveginum áður en ég var þingmaður og ég hef verið í sjávarútvegsnefnd í 8 ár að mig minnir og formaður í 4 ár. Þannig að þetta málaflokkur sem að ég þekki vel og hlakka mikið til að starfa innan hans. Sérðu eitthvað sérstakt fyrir þér sem þú mynd beita þér fyrir í ráðuneytinu? Auðvitað fylgja nýjar áherslur nýjum mönnum og það fer ekkert á milli mála. En engu að síður þannig að ég hef verið svo heppinn að fá að taka þátt í því með núverandi sjávarútvegsráðherra að gera ýmsar breytingar á sjávarútvegsumhverfinu, bæði vegna starfa minna innan nefndar sjávarútvegsnefndarinnar og eins sem forystumaður í þingflokknum. Þannig að ég mun auðvitað halda áfram á þeirri braut. Árni M. Mathiesen sjávarútvegsráðherra segir stöðugleika og stöðugar framfarir í efnahagslífinu hafa einkennt stjórnartíð Davíðs. Hvernig líst þér á að fara í fjármálaráðuneytið? Ég held að það hefði sennilegast engin fjármálaráðherra tekið við eins góðu búi eins og það bú sem ég mun taka við 27. september. Þannig að þú sérð ekki fyrir þér miklar breytingar eða hvað? Það gæti orðið breytingar en það kannski of fljótt að segja eitthvað til það. Það auðvitað búið að leggja ákveðnar línur hvað varðar ráðstöfun mikilla fjármuna inn í framtíðina núna bara á síðustu sólarhringum og það auðvitað stórt verkefni að halda utan þau stóru verk sem að framundan eru. Halldór Ásgrímsson segir Davíð Oddsson hafi verið traustan samstarfsmann í farsælu samstarfi. Birgir Ísleifur Gunnarsson, fráfarandi seðlabankastjóri, segir stjórnmálareynslu geta nýst vel í starfi seðlabankastjóra. Forsætisráðherra segist kveðja Davíð Oddsson með nokkrum söknuði úr ríkisstjórnarsamstarfinu því þar hafi farið samstarfsfélagi sem gott hafi verið að starfa með. Við höfum haft afskaplega gott samstarf í 10 ár og það hefur verið mjög farsælt. Davíð hefur verið óvenju farsæll stjórnmálamaður að mínu mati. Hann hefur verið traustur og það hefur verið gott að starfa með honum og þegar við höfum náð niðurstöðu mál þá hefur það staðið eins og stafur á bók og við höfum aldrei þurft að skrifa neitt niður í því sambandi. Þannig að það hefur verið mikill styrkur að hafa hann í ríkisstjórn. Halldór segir Davíð hafa verið skemmtilegan félaga bæði í leik og starfi. Hann segist ekki eiga von á breytingum á stefnu ríkisstjórnarinnar þrátt fyrir að nýtt fólk taki þar sæti. Þú ert búinn að ákveða að skipa Davíð í seðlabankastjóra stöðu. Eru þið ennþá þeirra skoðunar að þetta eigi að vera svona pólitísk stofnun sem að sem að gamli stjórnmálamenn stýri? Þetta er ekki pólitísk stofnun. Seðlabankin er algjörlega sjálfstæður og það er náttúrulega alveg ljóst að Davíð Oddsson hefur það sjálfstæði til að bera að hann mun að sjálfsögðu virða það. Og Seðlabankin er stofnun sem skiptir miklu máli í okkar efnahagsmálum. Davíð hefur mikla reynslu á sviði efnahagsmála, hann hefur verið ráðherra efnahagsmála í langan tíma og sú reynsla kemur til með að nýtast vel. Nú Birgir Ísleifur er að fara úr því starfi
Hann hefur verið mjög farsæll í starfi seðlabankastjóra og hans stjórnmála reynsla hefur nýst þar vel og það á það sama við Davíð Oddsson. Davíð Oddsson mun ekki sitja auðum höndum nú þegar hann lætur af ráðherradómi og þingmennsku. Hann mun setjast í stól aðal seðlabankastjóra og hann vissi raunar fyrir nokkru að sá stóll væri að losna. Ég hafði sagt Davíð það fyrir nokkuð löngu síðan að ég myndi ekki vilja vera til sjötugs og væri raunverulega til í hætta hvenær sem eftir ég yrði 69 ára en meira var það nú ekki. Telurðu æskilegt að það sé alltaf menn sem koma úr stjórnmálunum í þessari stöðu? Nú hefur Seðlabankinn breyst dálítið mikið á undanförnum árum og raunar allt efnahagslífi, fjárhagslífi. Telurðu það sé ennþá æskilegt að menn komi úr stjórnmálunum í þetta starf? Og það er náttúrulega auðvitað ekki mitt að segja fyrir það hver verður minn eftirmaður en ég segi fyrir mig að ég var stjórnmálamaður og það fannst mér mjög vel í þessu starfi. Það er nauðsynlegt að hafa dálítið víða sýn á þjóðfélagið, á efnahagslífið, hina ýmsu þætti þess sem þú getur auðvitað fengið ýmsum hætti en stjórnmálin eru meðal annars vettvangur þar sem þú getur öðlast slíka reynslu. Og við höldum áfram með þessa stórfrétt dagsins. Líklegt er að Geir H. Haarde verði næsti formaður Sjálfstæðisflokksins. Það þýðir að staða varaformanns losnar. Ef til vill verður einungis kosið það embætti á landsfundi flokksins í október. Það er einungis Geir H. Haarde, verðandi utanríkisráðherra, sem hefur lýst yfir áhuga á því að undanförnu að verða formaður Sjálfstæðisflokksins. Og þar sem Davíð Oddsson ætlar að kjósa hann, verður að telja ólíklegt að hann fái mótframboð á landsfundinum 13. til 16. október. Hins vegar verður að telja mjög líklegt að kosið verður varaformann þegar Geir verður formaður. Síðdegis í dag voru menn ekki alveg tilbúnir til þess að gefa upp hvort þeir hygðust bjóða sig fram eða ekki. Og spurningin er svo, ert þú að fara að bjóða fram til varaformanns? Ég held að það sé nú rétt að þessi dagur líði fyrst. Eins og ég sagði áðan, maður er svona í ákveðnu tilfinningarússi ef það er hægt að segja það og ég held að það sé réttast að þessi dagur líði og síðan fara menn að hugsa sinn gang. Ætlar þú í formanninn eða varaformanninn? Ég hef nú bara ekki haft neitt tíma til þess að velta því sérstaklega fyrir mér en ég hef ekki gert ráð fyrir því allavega að fara í formannskjör. Verðandi sjávarútvegsráðherra var hins vegar ekki í neinum vafa. Ætlar þú að bjóða þig fram í varaformann eða formann á landsfundinum? Nei, það hefur aldrei hvarflað að mér. Formaður Vinstri grænna segir spaugilegt að Davíð Oddsson muni í nýju starfi sem seðlabankastjóri þurfi að glíma við slæmar afleiðingar gjörða ríkisstjórnar sinnar. Formaður Samfylkingarinnar segist tómarúm myndast í stjórnmálum þegar Davíð Oddsson hverfur af vettvangi. Davíð Oddsson hefur auðvitað haft mótandi áhrif á stjórnmálaumræður og stjórnmálaþróun á síðastliðnum 20 árum. Hvernig heldur að stjórnmálin kunna breytast á við brotthvarf hans? Það er nú ómögulegt að segja. Það kom alltaf nýjar áherslur og svona breyttur málflutningu með nýjum mönnum. Ég auðvitað óska eftir manni hans sem að ég ger nú ráð fyrir á þessum tímapunkti að verði Geir Haarde farsældar í störfum en þetta er auðvitað vandasamt að fylla það skarð sem að Davíð skilur eftir og við sáum það auðvitað í Reykjavík þegar hann hvarf á sjónarsviðinu þar að þar hafa nú einir 6 einstaklingar spreytt sig á því að leiða Sjálfstæðisflokkinn til sigurs í borginni og ekki haft erindi sem erfiði þannig að það er alveg ljóst að þegar að svona maður hverfur að þá getur tekið svolítið tíma fyrir flokkinn að finna taktinn. Hvernig líst þér á það að Davíð Oddsson sé að hverfa af vettvangi stjórnmálanna? Mér líst út af fyrir sig ágætlega á það. Ég held að Davíð eigi það ágætlega skilið eftir að vera búinn að starfa lengi í pólitík og skilja eftir mörg spor í íslensku þjóðfélagi. Skilur hann margt gott eftir sig? Það sömuleitt gera hann það. Það má meðal annars nefna það að hann auðvitað innleiddi viðskiptafrelsi hér með SS-samningnum og fleirum og hefur að mörgu leyti verið farsæll og framsýnn stjórnmálamaður þó ég hef ekki alltaf verið Davíð sammála, það er bara annan hlutur. Það er nokkuð kómískt við þennan atburð að sem Davíð Oddsson sest inn í Seðlabankann og verður þar formaður bankastjórnar þá verður einn hans helsti hausverkur að reyna að glíma við þá þenslu og spennu í hagkerfinu sem ákvarðanir hans eigin ríkisstjórna sem forsætisráðherra eru valdar að. Það er að segja, Seðlabankinn rær nú lífróður, nánast einn, við það að reyna að kæla niður hagkerfið vegna ákvarðana ríkisstjórna
stóriðjuframkvæmdir, skattalækkanir og mistök sem gerð hafa verið á fasteignamarkaði. Og nú fær Davíð Oddsson þennan hausverk til að kljást við en bara úr nýrri átt eða úr nýju sæti sem formaður bankastjórnar Seðlabankans. Einhver myndi kannski vera svo stríðinn að segja að það komi þá vel á vondan en ég ætla nú ekki að gera það á þessum fallega degi. Ég endurtek bara árnaðaróskir mínar til þeirra sem í hlut eiga. Enginn hefur gegnt embætti forsætisráðherra á Íslandi lengur en Davíð Oddsson og aðeins Ólafur Thors var lengur en hann formaður Sjálfstæðisflokksins. Í dag hefur Davíð verið formaður flokksins í 5.295 daga. Það því litríkur stjórnmálamaður sem kvaddi stjórnmálin í dag. Davíð Oddsson fæddist í Reykjavík 17. janúar 1948. Hann lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík 1970 og lögfræðiprófi frá Háskóla Íslands 1976. Hann sýndi ungur áhuga á ritstörfum og stjórnaði ásamt Hrafni Gunnlaugsinni og Þórarni Eldjárn skop ádeilu þættinum útvarpi Matthildi. Hann hefur síðan skrifað bæði sögur og leikrit. Hann settist fyrst í stjórn Sambands ungra sjálfstæðismanna 1973 og hefur setið í miðstjórn Sjálfstæðisflokksins frá 1979. Davíð hóf afskipti af borgarmálum árið 1974 þegar hann tók sæti sem borgarfulltrúi fyrir Sjálfstæðisflokkinn og 2 kjörtímabilum síðar var hann kjörinn borgarstjóri Reykjavíkur. Því embætti gegndi hann í 9 ár eða þar til hann ákvað árið 1991 að fara fram gegn þáverandi formanni Sjálfstæðisflokksins Þorsteini Pálssyni og hella sér út í landspólitíkina. Þann slag vann Davíð eftirminnilega og í maí 1991 var hann forsætisráðherra og leiddi ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks í 1 kjörtímabil. Þá tók við samsteypustjórn Sjálfstæðismanna og Framsóknar og leiddi Davíð þá stjórn þar til fyrir ári að hann skipti við Halldór Ásgrímsson og tók við sem utanríkisráðherra. Davíð gegndi því embætti forsætisráðherra í 13 ár og 4 mánuði. Nokkrar vangaveltur urðu framtíð Davíðs í stjórnmálum eftir að hann veiktist alvarlega síðsumars í fyrra en í dag lýsti hann því yfir að þó veikindin hafi vissulega haft áhrif hafa hann nú náð fullri starfsorku og takist ótrauður á við starf á nýjum vettvangi. Og þá að öðru, stjórnmálamenn í Washington eru komnir í hár saman og skella skuldinni hver á annan yfir því að hjálp hafi ekki borist í tæka tíð til hamfarasvæðanna við Mexíkóflóa. Sérfræðingar telja að nú þegar þurfi þingið að samþykkja $150 milljarða framlag til hamfarasvæðanna. Sífellt bætist í hóp hermanna og þjóðvarliða á hamfarasvæðunum. Hermenn fara nú hús úr húsi og bjóða fólki aðstoð við að komast burt. Almenningur í Bandaríkjunum er ekki ánægður með viðbrögð stjórnvalda í Washington við hamförunum. Samkvæmt nýrri Gallup-könnun eru 42% mjög óánægðir með viðbrögð stjórnvalda og segja þau slæm eða hræðileg. Uppbyggingin á svæðunum kostar gríðarlega fjármuni. Áætlað er að stjórnvöld þurfa að verja $150 milljörðum til verksins. Stjórnmálamenn deila nú hver beri ábyrgð á því hversu brugðist var seint við varðandi fyrstu hjálp. President said he's going to lead the investigation into what went wrong. He need to look only in the mirror. En það ekki aðeins stjórnmálamenn sem gagnrýna stjórnvöld. We could have been airborne in 6 hours and overhead plucking out people. Between all the agencies that have a part in the approval process, it took 34 hours to get 3 of my helicopters airborne. Borgarstjórinn í New Orleans telur að 140 til 150.000 heimili séu ónýt eftir hamfarirnar og það taki mörg ár að koma vatnslögnum borgarinnar í viðunandi horf á ný. Samningar tókust í dag milli SFR og samtaka fyrirtæki í heilbrigðisþjónustu en í gær munaði litlu að upp úr slitnaði. Samningurinn gildir til ársins 2008 og felur í sér 20% launahækkun á tímabilinu. Litlu mátti þó munað upp úr siði í gær því eftir samningarlotu sem stóð til miðnættis hjá sáttasemjara í gærkvöldi treystu viðsemjendur SFR sér ekki til að skrifa undir samninginn sem þá lá fyrir. Já, það nánast slitnaði upp úr en svo sáum menn að sér og við náðum samkomulagi núna í hádeginu. Samningur SFR varðar laun fólks á skrifstofum í mötuneytum, aðstofafólk til dæmis iðjuþjálfa og laun stjórnenda á einkareknum hjúkrunarheimilum. Samningurinn er ekki til þeirra sem annast umönnun en það fólk er í eflingu. Samningurinn gildi frá 1. febrúar síðastliðinn. Inniber 20% launahækkun ásamt eingreiðslu fyrir þá sem voru í starfi í desember og janúar síðast ári. Einnig er orlofsuppbót hækkuð og uppsagnarfrestur lengdur og Jens er sáttur en það stóð tæpt.
Það ef að hefði ekki komið til samnings núna í hádeginu þá hefði orðið verkfall. Starfsemi Reykjavíkurflugvallar flyst til Keflavíkur nái markmið þverpólitískra samtaka á Suðurnesjum fram að ganga. Fulltrúar allra flokka sem eiga sæti í bæjarstjórn Reykjanesbæjar koma að þessu máli. Umræðan Reykjavíkurflugvöll hefur verið áberandi að undanförnu en nú hafa Suðurnesjamenn tekið af skarið og leggja áherslu á að flugvöllurinn eigi að fara til Keflavíkur. Allir flokkar sem eiga sæti í bæjarstjórn Reykjanesbæjar hafa ásamt fulltrúum óháðra stofnað samtök sem berjast fyrir flutningi innanlandsflugs til Keflavíkurflugvallar og gerð samgöngumannvirkis milli Straumsvíkur og Vatnsmýrarinnar. Við teljum að það sé bara skynsemi sem að segir okkur það að innanlandsflugið eigi að fara til Keflavíkurflugvallar. Það eru búið að bæta mjög samgöngur og ef við náum ennþá betri samgöngubótum á milli Straumsvíkur og yfir í Vatnsmýrina þá teljum við að þetta 25-30 mínútur sé tími sem er vel ásættanlegur fyrir alla landsmenn. Hvað með kostnaði við þetta? Hann hlýtur að vera gríðarlegur, eitthvað hljótið að hafa skoðað hann? Já, það eru búin að vera tillögur það að flytja flugvöll út á Löngusker og annað þess þar sem að skiptir milljarðatugum. Og við teljum að með því að setja einhvern hluta af því fé sem fæst fyrir Vatnsmýrina í vegabætur að þá sé það ekki það mikið að þurfa að hafa ágjör af því. Viktor segir að umræðan Keflavíkurflugvöll sem valkost fyrir innanlandsflug hafi ekki verið næg og því vilji samtökin breyta. Hagsmunir landsbyggðarinnar séu augljósir því með því að færa innanlandsflugið til Keflavíkur sé raunverið að færa landsbyggðina nær alþjóðaflugvelli. Öllum heimil þátttaka í félaginu en áhugasamir geta leitað upplýsinga á heimasíðu þess á slóðinni flugkef.is. Það var stór stund hjá heilbrigðisráðherra í dag þegar hann kynnti starfsfólki Landspítalans áform að verja 18 milljörðum króna til byggingar hátæknisjúkrahúss. Aðilar á markaði telja skynsamlega farið með söluandvirði Símans. Landspítalinn fagnaði því í dag að byggja í hátæknisjúkrahúss með því að flagga og gefa öllum starfsmönnum sínum hádegismat. Menn þurftu reynda líka að hlusta á Jón Kristjánsson sem hélt fundi á báðum stöðum við Hringbraut og hér í Fossvogi og hann sagði meðal annars að þetta væri stærsta ákvörðun sem tekin hefði verið í heilbrigðismálum langt skeið. Jón Kristjánsson heilbrigðisráðherra kynnti áformin í dag og sagði að með þessu væri verið að skila þjóðinni þeim verðmætum sem hún skóp með rekstri Símans. Við erum hér í raun og veru að tala þekkingarmiðstöð framtíðarinnar á heilbrigðissviði, miðstöð eða háskólaspítalar sem allir aðrir geta sótt í þekkingu, hátækni og sérfræði þjónustu, sagði Jón. Þetta hefur þá þýðingu að nú höfum við hér mikilvægt málefni til að vinna að og að ríkisstjórnin skuli hafa lagt út áætlunina til 2012 er okkur afar mikilvægt. Og menn spýta það bara í lófan og byrja? Já, það hefur verið unnið að þessu náttúrulega undanfærin 3-4 ár og ég tel að þetta falli mjög vel saman núna, þessi ákvörðun ríkisstjórnarinnar, afhending skipulags tillagna í keppni á morgun og niðurstöður þeirrar keppni 7. október næstkomandi, þannig að þetta getur ekki fallið betur saman. Í skrifum greiningardeilda bankana telja menn skynsamlegt að nota söluandvirði Símans til að greiða niður erlendaskuldir og eins skynsamlegt að lungina fénu til fjárfestinga verði varið eftir árið 2007. Markaðurinn hefur bara brugðist við af yfirvegun, finnst mér, enda ráðstöfunin eins og hún var kynnt í gær, hún í takt við það sem að hafði verið áður sagt og þess vegna ættu áhrifin í raun að vera komin fram á markaði. Bæði hvað varðar greiðslu erlendra skulda og einnig varðandi ráðstöfuna. Það má kannski segja að markaðurinn hafi verið svona dálítið óviss tímasetningar á eyðslupeningana og þær tímasetningar sem voru kynntar í gær eru mjög í takt við það sem við teljum skynsamlegt. Sprengjuhótun fannst í flugvél Atlanta rétt fyrir klukkan 2 í dag, skömmu áður en vélin lenti á Gatwick flugvelli í Lundúnum. Hótunin var skrifuð á spegil á salerni flugvélarinnar. Flugvélin var í leiguflugi fyrir breska flugfélagið Excel. Eftir lendingu var henni lagt á afvikinn stað á flugvellinum þar sem farþegar voru fluttir brott. Engin sprengja hefur fundist. Farþegarnir verða allir yfirheyrðir af lögregluyfirvöldum á staðnum. Flugvélin sem af gerðinni Boeing 757-200 var að koma frá Megas Alexandros flugvelli í Grikklandi með 189 farþega og 9 manna áhöfn. Engin íslenskur ríkisborgari var borð. Takist ákæruvaldinu ekki að skýra þau ákæruatriði í Baugsmálinu sem dómendur hafa gert athugasemdir við, má gera ráð fyrir að þeim verði vísað frá dómi. Þetta mat Eiríks Tómassonar, lagaprófessors.
Segja má að Baugsmálið hafi tekið nokkuð óvænta stefnu með bréfi dómenda í málinu til sakborninga og ákæruvalds þar sem greintir frá hugsanlegum annmörkum á ákærunni. Þeir kunna að leiða til þess að ekki verða hægt að kveða upp dómum efni þeirra. Ná þessar efasemdir dómsins til 18 af 40 ákæruatriðum. Þetta ekki einsdæmi. Þetta gerist nú ekki oft og ég kannast ekki við að þetta gerist oft með þessum hætti að það sendt bréf til ákæruvaldsins áður. Eiríkur segir að telji dómendur að slíkur galli sé á málatilbúnaði ákæruvaldsins að hann kunni að varða frávísun sé það yfirleitt tilkynnt í þinghaldi. Baugsmálið svokallaða sé hins vegar umfangsmikið og því megi gera ráð fyrir að dómendur hafi viljað gefa ákæruvaldinu svigrúm til að undirbúa svörin. Eiríkur segir að einungis sé heimilt að gefa út framhaldsákæru í 2 tilvikum ef augljósa villu er að ræða, til að mynda rangt nafn, eða þegar nýjar upplýsingar koma fram. Þannig að ef að einhverja aðra annmarka á að ræða ákærunni og ekki hafa komið fram neina nýjar upplýsingar, þá hefur ákæruvaldið ekki tækifæri til þess að breyta ákærunni, heldur yrði þá ákæruvaldið að fella niður málið og ákæra þá að nýju í breyttri mynd. Í morgun hófst opinber heimsókn Ólafs Ragnars Grímssonar forseta Íslands til Búlgaríu. Forsetinn heimsótti í morgun lyfja- og símafyrirtæki sem eru að hluta í eigu Íslendinga. Forseti Búlgaríu, Georgi Parmenov, tók því næsta móti forsetanum. Hann hefur setið í embætti í 4 ár og átti þátt í inngöngu Búlgaríu í Atlantshafsbandalagið. Hann úr flokki sósíalista. Forsetarnir áttu síðan fund. Hann sat ásamt forsetanum Örnólfur Thorsson, skrifstofustjóri forsetaskrifstofunnar. Þá sátu fundinn þeir Björgólfur Björgólfsson og Björgólfur Guðmundsson sem standi í víðtækum rekstri í Búlgaríu. Auk þeirra Eggert Magnússon, formaður knattspyrnusambands Íslands. Því næst gekk forsetinn á fund forsætisráðherra Búlgaríu, Sergejs Stanisjevs. Hann tók við embætti 17. ágúst eftir 2 mánaða stjórnarkreppu, aðeins 39 ára gamall. Forveri hans, Símon Saxo-Kópolgotski, náði aðild að NATO en tókst ekki að fá aðild að Evrópusambandinu. Nú eru samningar inngöngu að hefjast og lítill tími til stefnu að koma í kring öllum þeim lagabreitingum sem Evrópusambandið krefst. Síðdegis í dag fór forsetinn síðan á landsleik Íslendinga og Búlgara í knattspyrnu. Nýráðinn framkvæmdastjóri KEA segist ekki svara spurningum hvort hann megi taka sér feðraorlof. Hann sé bundinn trúnaði. Halldór Jóhannsson var ráðinn nýr yfirmaður KEA í gær en alls sóttu milli 70–80 manns framkvæmdastjórastöðu KEA. Halldór kunnugur störfum KEA og Kaldbaks og hafði áður tímabundið mátað stól framkvæmdastjórans á skrifstofunni í Hafnarstræti. Hann segist ætla að fjölga starfsmönnum. Félagið er fáliðað í dag upp á starfsmenn að gera og það verður klárlega eitt af mínu fyrstu verkum að fjölga í þeim hópi. Halldór segir eitt helsta verkefnið að finna góða fjárfestingarkosti. Ímyndarmálin eru honum einnig hugstæð. Þetta var ansi erfið umræða í sumar og ég held hins vegar að verkin tali og ímynd félagsins mun batna með því að við stöndum að áhugaverðum verkefnum. Það verður ekki undan því vikist að spyrja þig að lokum þar sem þú og konaðinn eru á barneignaraldri, hvort það hafi sérstaklega verið samið við ykkur það að eigi skuli farið út í barneignir? Já, það svo í flestu tilvikum að ráðningarsamningar eru trúnaðarmál og svo í mínu tilviki, þannig að ég tjáum ekkert minn ráðningarsamning. Er þá hægt að álykta sem svo að það sé klásúla? Já, þú að draga þínar eiginlega ályktanir. Kristilegir demókratar í Þýskalandi hafa mist fylgi undanfarna daga ef marka má skoðanakannanir. Hingað til hafa þeir gefið til kynna að leiðtogar þeirra taki við stjórnartaumum eftir kosningar 18. september en nú getur svo farið að Gerhard Schröder kanslari haldi völdum. Leiðtogi kristilegra demókrata Angela Merkel þótti standa sig vel í sjónvarpskappræðum nýlega en ekki nógu vel. Því fylgi flokks hennar og samstarfsflokksins mælist nú 48% samkvæmt skoðanakönnunum sem gerð var 5. og 7. september. Gerhard Schröder kanslari og leiðtogi jafnaðarmanna saxar jafnt og þétt á fylgi keppinautana. Hann deildi við Angelu Merkel á þingi í dag orkumál. Es ist notwendig, bitter notwendig, das Setzen auf alternative Energien, auf erneuerbare Energien, weg vom Öl zu kommen. Es ist notwendig, eine Energiepolitik zu kreieren, die der Klimakatastrophe wirklich entgegenwirkt.
Merkel tók upp aðild Tyrklands að Evrópusambandinu sem hún andvíg. Aber ich werde mich nicht davon abbringen lassen, den Menschen zu sagen, dass ich eine Vollmitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union für falsch halte. Stjórnmálaskýrendur telja það jafnvel koma til greina að myndu verið stór samsteypustjórn eftir kosningarnar 18. september þar sem fylgi fylkingarna sé svo jafnt og ef af því verður telja menn að Angela Merkel verði kanslari. Íslenskum foreldrum barna á grunnskólaaldri verður á næstu dögum send 10 heilræði, 1 fyrir hvern mánuð fram á vor. Þetta liður í átakinu Verndum bernskuna. Heilræði septembermánaðar leyfum barninu að vera barn. Átakinu var hleypt á stokkunum í Rimaskóla í morgun en að því standa forsætisráðuneytið, Þjóðkirkjan, Velferðarsjóður barna, Heimili og skóli og umboðsmaður barna. Átakinu ætlað að beina athyglin á þörfum barna og leiðbeina uppalendum. Talsmaður Heimilis og skóla benti á þá erfiðu stöðu sem foreldrar sem báðir vinna utan heimilis eru oft í og kallaði fyrirtækin til ábyrgðar. Það skortir enn á að fyrirtæki hafi markvissa fjölskyldustefnu sem miðar að því að samræma vinnu og fjölskyldulíf. María segir foreldra til dæmis ekki eiga rétt á fríi til að taka þátt í skólastarfi með börnum sínum og umboðsmaður barna kallaði fjölmiðla til ábyrgðar. En hvað eiga foreldrar helst að forðast að mati barnanna til þess að verða góðir uppalendur? Þeir gera eitthvað sem að þeir aldrei heima og hann vil ekki vera með börnunum og hugsa bara illa þau. Og gefa þeim alltaf mikið nammi. Það var ekki gott. Alltaf mikið nammi? Eins og hjá mér, þá voru þau búin að lofa mér einu. Síðan sögðu, eins og pabbi minn, hann bara nei. Hann sagðist ætti ekki vera búin að lofa því, en hann lofaði. Mér finnst mjög mikilvægt að foreldrar eiga að vera góðir hvern annan og ekki rífast fyrir framan börn. 7. heilræðið, heilræði febrúarmánaðar, segir einmitt hlífum barninu við ónauðsynlegu áreiti. Átakinu lýkur í júní með heilræðinu Verndum berskuna. Og eins og við sögðum áðan þá það Davíð Oddsson sem gestur í Kastljósinu í kvöld. Jú, það rétt Jóhanna, með eflaust mál dagsins, svo ekki sem að sagt að Davíð Oddsson hefur tilkynnt ákvörðun sína að hætta í stjórnmálum og færa sig í Seðlabankann. Davíð verður gestur okkar í kvöld og meðal umræðuefna verða sjálfsögðu lokin á stjórnmálaferlinum og ekki síður ferillinn sjálfur sem litríkur. Til viðbótar þessu munum við svo forvitnast aðra þætti í lífi Davíðs, eins og listastarfsemi sem talsverð þegar allt lagt saman. Sjáum þetta í stuttarstund. Og Björn Friðrik, þú ert mættur galvaskur með tíðindi úr fótboltanum. Jú, okkar í undankeppni HM óvænt úrslit. Malta og Króatía gerðu jafntefli 1-1.